Fyrsti fyrirlesturinn í dag ósamstillta forritun eða asynchronous programming eða async programming. En reglum þessu svona. Þegar við förum að skrifa forrit og við erum að skrifa forrit sem ekki bara lengur svona einföld þannig að þau eru öll í minni, þetta ekki bara eitthvað svona reikna eitthvað dæmi og skila niðurstöðunni. Þá förum við fljótt að lenda í því að við þurfum að gera kannski 2 hluti á sama tíma eða kallið eitthvað sem tekur langan tíma og forritið okkar getur ekki bara beðið þannig til að það er búið. Heldur þurfum við að fara beita einhverjum öðrum aðferðum í forritunum okkar. Og það er þá aðalega þetta þegar við hættum að nota bara minnið í tölvunum okkar og förum að nota til dæmis harðadiskinn eða net og fara að sækja eitthvað út á netið. Af því að það er margfalt hraðara að vinna með hluti í minni en að nota disk og það er margfalt hægara síðan að fara að sækja eitthvað út á internetið. Og þá er það ekki þannig að við forritum okkar þannig að við segjum stilla upp einhverju breytu, prenta eitthvað út, sækja eitthvað á disk og bíða. Við bíðum ekki bara, við látum ekki bara tölvuna bíða á meðan við erum að gera það. Þannig að við þurfum einhvern veginn að leyfa tölvunni að fara að gera eitthvað annað á meðan hún bíður eftir því að þetta klárist. Og það er svolítið það sem að þessi ósamstillta eða async forritun snýst um. En þetta forritun sem við séð eru svona synchronous, bara svona procedural, keyra línu fyrir línu. Þetta eru línuleg forrit. Við getum lesið bara, við byrjum á fyrstu línunni, svo lesum við aðra línuna, þriðju línuna, fjórðu línuna, svo þurfum við að fara eitthvað upp eða niður út af því við erum í lykkju, en yfirleitt getum við hugsað þetta línulega. Sum forritunarmál nota þræði til þess að gera þetta, þannig að þá búum við til nýjan þráð sem lifir einhvern veginn fyrir utan okkar svona main þráðin okkar. Það er ekki það sem við gerum í JavaScript. Í JavaScript þá erum við með eitthvað sem að kallast event loop og við ætlum ekki að fara neitt nánar í það, en það er allavega eitthvað svona bókhaldsdót, svona kerfi inn í túlknum sem við erum að nota, sem sér það að láta allt það sem við biðjum að sé gert og tekur tíma að það muni gerast á endanum. Þannig að við getum ímyndað okkur bara þannig að það er einhver annar sem tekur við þessu og sér þetta, þegar þetta er tilbúið þá kemur það með þetta tilbaka til okkar. Þannig að ég ætla að prófa hérna eina samlíkingu sem að félagi minn stakk upp á. Ímyndað ykkur veitingahús. Á þessu veitingahúsi er einn þjónn. Það er JavaScript módelið. Þessi eini þjónn tekur ekki bara við pöntuninni og býður síðan, heldur eftir því að pöntur sé tilbúin, heldur fer hann á milli og tekur pantanir hjá öðrum og er svona að hlaupa. Hann er gett hraður, gett agile þjónn. Svo ertu með þræði, þá ertu bara með fleiri þjóna. Þeir eru kannski líka hraðir eitthvað svona, en ekki góð samlíking. Nei, ég veist það. En ok, þannig að það er í raun bara einn þráður sem JavaScript keyrir á. Og það þýðir að ef við gerum eitthvað sem að lætur tölvuna bara hanga, við segjum while true, þá mun í raun þessi þráður bara vera alveg stopp. Við munum blokka forritið okkar og það mun ekkert annað gerast af því að forritið okkar er bara að segja while true, gera eitthvað sem er í raun hugslega prenta eitthvað út eða bara while true, ekkert, það bara fristir þráðin. Þannig að þráðurinn bara hættir að keyra og ekkert í raun gerist. Þannig að ef ég gerir hérna while true while true eitthvað, það eru mjög margir sem að reyna að stoppa eitthvað í get ekki einu svona ítt á ensir while 1 ok, það er eitthvað þetta er stoppa hérna en hérna nei, nú er þess að get ekki loka brásandum eða tabnum hann er einhverju nú er ég bara búinn að skemma þetta út af því að nú er forritið mitt bara eitthvað að reyna að logga eitthvað út þarna og er bara eitthvað þannig að svona hluti gerist ef við erum að blokka þráðinn sem er JavaScript að keyra með. Núna er líka tölvan mín hægt og rólega viftan er að fara af stað af því að CPU er bara eitthvað ég þarf að prenta út eins hratt og ég get og það er örugglega slökk á Chrome bara. Allavega, þetta er það sem gerist ef við lendum í að búa til svona endalausa lúppur í forritunum okkar í JavaScript.
það það að CPU-ið upptekið á meðan við erum að bíða. Það það sem við viljum ekki gera. Þannig að það það sem async forritun snýst Þannig að þá hérna mynd úr Eloquent JavaScript. Synchronous, það bara einn þráður. Þannig að við biðjum eitthvað sem gert, það gert, biðjum eitthvað annað sem gert, það gert, við erum búin. 2 þræðir, þá erum búin til eitthvað annað afrit af forritinu eða af lógíkinu okkar sem keyrir og hinn keyrir á aðalþræðinum og svo saman sem þannig lokin eða svona synchronous, þar sem það einn þráður, við setjum báða hlutin á stað, þeir eru settir yfir á þessu event loopu og síðan klárast annar, þá hann bara tilbúin hér og klárast hinn og þá hann tilbúin hér. Þá þurfum við í raun einhvern veginn að geta tekið við þessum upplýsingum það að eitthvað sé búið og við getum núna haldið áfram út frá þeim stað sem að við vildum upphaflega vera að skoða. Þannig að við vildum lesa eitthvað skrá á disk. Ok, nú skráin búið að lesa á disk. Hér eru upplýsingar hana, hvað viltu gera við það? Þannig að þá þurfum við að taka við því. Þú baðst að opna, sækja einhver gögn á netinu. Hérna eru þau gögn, hvað viltu gera við þau? Þá höfum við nokkra leiðir. Og fyrsta leiðin, please Chrome. Ok. Það var svona. Nú bara allt í klessu, sko. Þú veist, þetta með þessi hangi bara hérna út af því að ég þurfi bara að forskvita Chrome. Ok. Restore bara. Já, hérna. Þetta það sem að gerist. Ok. Þannig að callbacks ein leið til þess að vinna með þegar að þessi ósamstillta forritun búin að eiga sér stað. Þegar það búið að sækja dótið okkar. Og þá segjum við sér, nú ætlum við að kalla eitthvað fall. Það mun taka langan tíma og langur tími ekki mínútur eða eitthvað. Það getur bara verið, það tekur 300 millisekundur. Það mjög langur tími fyrir tölvu. Þannig að þá segjum við hérna eftir þennan tíma, þegar það búið að framkvæma þetta, þá hérna callback fallið sem þú ætti að kalla í með þeim upplýsingum sem þú kemst að. Og þegar að síðan event loopan búinn, þá einhvern veginn kallað, það séðum það í þessu event loopudóti, þá kallað í þetta fall með þeim upplýsingum sem við þurfum. Þannig að þá fáum við kall í fallið og fallið okkar þá tekur við þessum gögnum og vinnur úr þeim og gerir eitthvað sem þarf að gera. Og síðan getur það verið að við köllum í einhverja vefþjónustu, svo köllum við einhverja aðra vefþjónustu út frá þessu, sem köllum við einhverja aðra vefþjónustu og við erum í raun að safna saman svona köllum. Þannig að við getum búið til callback og svo framvegis. Og leið sem við getum skoðað hvernig þetta virkar set timeout og set interval. En þetta eru 2 föll sem eru í global scope í JavaScript og leyfa okkur að búa til föll sem keyra í framtíðinni. Þannig að þetta eru svona teljarar, eða svona timerar. Þannig við getum kallað set timeout með callbacki, sem það callback falli sem verður kallað í, og delay, sem þá millisekundu þangað til að kalla í þetta fall, og sama fyrir set interval, nema þá kallað í það á þessu interval fresti. Þannig að þá getum við verið með eitthvað sem keyrir á sekundufresti eða eitthvað. Og bæði þessi föll skila okkur þessa tölu sem auðkennið á teljaranum sem var búin til og með þessari tölu getum við slökkt á teljaranum og þá með annað hvort clear timeout eða clear interval. Þannig að ef við skoðum dæmi hvernig þetta getur virkað þá erum við hérna með bara teljara í svona einföldustu mynd. Þannig að hér við með set timeout sem þá með þetta hérna callback fall. Við notum hérna arrow function með engu argumenti sem segir bara halló 1 sekundu eftir að keyrt og þá að setja keyra eftir 1000 millisekundur. Þó svo að ég skilgreini þarna að þetta að keyra eftir 1000 millisekundur þá samt ekki örugt að það gerist af því að til dæmis einhver gæti verið að gera svo ég var að gera með einhverja svona kúnstir á sama þræði sem að í raun stöðvar event loopuna í því að gera þetta nákvæmlega eftir 1000 millisekundur en svona í grunninn þetta hérna.
Þannig að við byggum hérna til timeout, það fekk ID 20, það sagði eftir 1 sekundu halló. Nú er eitt annað, talan hækkar 1. Síðan getum við sett interval, þá keyrir þetta á 2 sekúndna fresti og segir halló við okkur. Og það getur bara haldið áfram þarna. Nema við segjum clear interval 22 og núna hættir þessi telleri. Síðan getum við tekið svona dæmi þar sem að við erum með mörg timeout í einu. Þannig hérna ég ætla að búa til vekjaraklukku sem að segir vakna eftir 5 sekundur, síðan vakna núna eftir 3 sekundur eftir að þessar fyrstu 5 sekundur eru liðnar og síðan eftir að það er liðið segja vakna með upphrópunarmerkjum. Þá er virkilega vakna. Þannig að þetta keyrir allt í röð á eftir stöðu. Þannig að þegar þetta hérna timeout er búið að kalla í þetta, þá setur það býr til nýtt timeout sem síðan býr til nýtt timeout. Þannig að þá hendur þetta svona, við fáum alert, svo býðum við 3 sekundur viðbót, annað alert og seinasta alerti segir seinastu skilaboði. Þannig að svona getum við nýtt saman svona asynchronous köll og þetta er í raun frekar svona auðlulegt dæmi, en við munum sjá í raun þegar við skoðum sinni í næstu viku þegar við fyrir að gera beiðnir út á internetið, þar sem við þurfum hugsanlega að lesa eitthvað úr því sem við náðum í fyrsta kallinu til að gera annað kall. En nú getum við fara að hugsa, ok, við erum búin að læra að búa til föll og nota svona dót, þannig að við getum einhvern veginn refaktorað þetta í svona hjálparfall. Þannig að við sjáum að hérna er þetta svona verið að endurtaka eitthvað ákveðið pattern, set timeout, alert og einhver tími hérna. Þannig að við getum búið núna bara til svona almennt snúsfall sem tekur inn eitthvað S sem eru skilabóðin, einhver strengur bara, nei, sekundur segi ég. Þannig að við ætlum að snúsa einhverja sekundur, svo ætlum við að gefa frá einhver skilabóð og síðan hugsanlega vera með eitthvað callback sem myndi þá láta eitthvað annað gerast. Og þá getum við refaktora þennan kóða í eitthvað svona. Þannig að þá getum við sagt hérna eftir 5 sekundur, vakna, síðan 3 sekundur, vakna núna, 1 sekunda, vakna. Ok? Þannig erum við bara búin að refaktora úr því sem við vorum með áðan og gera svona aðeins meira augljóst hvað við erum að gera. Að við erum með þetta hérna snús, ekki bara eitthvað fall sem segir function set time og eitthvað. CB er stytting af callback. Þannig að það sem að það segir hérna er fyrsta hérna argumentið inn í fallið eru 5 sekundur. Síðan er það skilabóðin, síðan er það fallið sem á að keyra eftir að þetta kall er búið. Þannig að þetta fyrir hérna inn í þriðja argumentið sem er CB. Ef að það er skilgreint, þá ætlum við að kalla það í það callback eftir að S sekundur eru liðnar. Þannig að það sem að gerist hérna er, við kallum í snús, við setjum timeout eftir 5000 millisekundur sem á að prenta út vakna og ef að það er CB, kalla í það fall. Það fall það er kallað í það fall sem endurtökur leikinn nema núna með eftir 3 sekundur skrifar út önnur skilabóð og skilgreinir síðan annað callback fall sem kallar þá í hérna þriðju ítrunina af þessu en það síðan hefur ekkert callback hérna þannig að það munir raun ekki keyra þetta hér og mun þar af leiðandi hætta forritun okkar. Þannig að ef við keyrum þetta þá fáum við sömu hegðun og við fengum á hann. Nefnum nú erum við búin að refaktora kóðan og nýta okkur þetta að við getum sendt föll inn sem argument inn í föll og notfært þetta svona callback flæði. Ok. Síðan höfum við aðra leið til þess að díla við svona hluti. Og þetta er svona aðeins meira svona kannski advanced hugtak en ég ætla bara að kynna þetta fyrir ykkur núna, öll þessi mismunandi hugtök, svo notum við þetta hægt og rólega og við höldum áfram í vegforritun 2 og þetta er svona
þetta út allt þegar ég farið að forrita í JavaScript. Þannig að þetta ekkert eitthvað sem við verðum að skilja akkurat núna, en við erum að búa til promise það einhvern veginn í framtíðinu myndi þið vita nákvæmlega hvernig þetta virkar. En þess að promises, það leið nummer 2 sem við ætlum að skoða það hvernig við ætlum að vinna með svona ósamstiltan asynchronous kóða. En promises eru hjúpun fyrir gildi sem mun verða til í framtíðinu. Og þetta gerir svona asynchronous forritun auðveldari og þetta flóknara hugtak en callbacks. Og það sem að þýðir í raun búið til hjúpun fyrir gildi sem mun verða til í framtíðinni það að við segjum viltu sækja þetta fyrir mig yfir netið og við köllum eitthvað fall sem að gera það fyrir okkur og það fall skilar promisi og það í raun það fall að segja já, ég ætla að sækja þetta yfir netið fyrir þig. Hér hjúpun fyrir gildi sem mun verða til í framtíðinni. Þannig að þá fæ ég tilbaka eitthvað gildi sem promise og ég get farið með þetta promise og gert hvað sem ég vil við það. Ég get geymt það í breytu, ég get sett það inn í önnur föll. En á þeim tímapunkti sem að þetta loforð verður uppfyllt, þá get ég fest við það föll sem keyra þegar það er búið að uppfylla. Þannig að það mun gerast eftir 10 sekúndur að þetta verður tilbúið. Þá get ég farið með þetta, forritið mitt getur verið að keyra einhvern veginn öðruvísi, en leið og þetta er tilbúið 10 sekúndur seinna, þá kallaði þau föll sem við skilgreindum að eigi að keyra þegar það er búið að uppfylla. Ok? Og þegar við skilgreinum promise, þá skilgreinum við þetta resolve, sem fall, sem keyrt með einhverju gildi þegar við höfum lokið aðgerð. Og við skilgreinum líka reject, sem fall sem keyrir þegar eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig að við getum verið að reyna að sækja eitthvað yfir netið og svo kemur í ljós að það kemur bara villa frá vefþjónum sem við erum að kalla í. Þá myndum við kalla í reject, þá höfum við einhverja leið til að bregðast við villunni. Og síðan þegar við vinnum með promise, þetta ekki þegar við skilgreinum þau, heldur þegar við fáum tilbaka promise, þegar einhver réttir okkur promise og segir hér loforðið að þetta mun einhvern tímann gerast í framtíðinni, þá skilgreinum við then, sem callback til að vinna með gildið. Og þá þetta fallið sem mun keyra þegar það kallað í resolve á promisinu. Og svo fáum við tilbaka catch, svo getum við líka skilgreint catch, sem callback til að vinna með villuna, ef einhver villa kemur upp. Og then og catch eru föll á promise hlutnum. Og svo getum við sendt promise sem gildi á milli hluta. Ok? Þannig að svona einfaldasta promisið það að við búum til hjúpun gildið 15 sem mun vera til að nákvæmlega á sama tíma og við skilgreinum það. Það að segja, við segjum promise resolve sem bara skilar okkur resolved promisi og þá getum við tekið þetta promise sem þá búið að binda við breytuna 15 og við getum sagt 15.then og þá fáum við tilbaka gildið, þannig að við skilgreinum callback fall sem með argument sem heitir vaff og það sem við gerum að logga út gott vaff. Og það gerist samstundis. Þannig að við fáum gott 15 sem eru þessu en síðan fáum við líka tilbaka gildið sem promise út frá þessu statementi og það í raun promise hluturinn og hann resolved. Eina af ástæðunum fyrir því að það betra að vinna með async forritun með promises það að þegar við erum með callbacks og villumeðhöllun þá verður þetta mjög hratt ólæsilegt og flókið. Af því að við þurfum í raun að vera með eitt argument fyrir það hvað gerist ef við fáum gildi og svo annað fyrir villu. Þannig að við erum í raun að vinna bæði með villuna og lógikina í sama fallinu. Og þetta lætur okkur oft enda með mjög indregin kóða og það sem kallað callback hell. Það sem dæmi það hvernig það í raun kóðin fer hægt og rólega að dragast lengra og lengra til hægri og verður í raun mjög indregin og mjög ólæsilegur þegar við fyrir að reyna að sjá hvað í gangi Þá eitthvað callback
sem bæði með einhverjari villu og einhverjum gildum og við þurfum að blanda saman lógíkinu hérna. Hvað ef það gerist villa? Þá ætla ég að segja hérna einhver villa. Annars ætla ég að keyra einhvern kóða og síðan keyra einhverja lúppu inn í því og þetta fyrir fljótt að verða flókið og langt. En með cuts eftir then í promise þá getum við séð allar villur sem gætu komið upp í því að meðhöndla eitthvað promise. Og við getum þá aðskilið villumeðhöndlunum okkar frá kóðunum sem séum að bregðast við gildinu. Þannig hérna svona komið aðeins flóknari pæling. Þá erum við með eitthvað future message fall sem ætlar að senda okkur skilaboð í framtíðinni. Þannig að við biðjum það að fyrir einhverjum skilaboðum og síðan 2 sekúndur seinna fáum við í raun þessi skilaboð úr framtíðinni. Þannig að hérna erum við að skilgreina fall sem skilar promise. Og þá er þetta þannig að við skilum new promise og inn í þeim smíð sem við ætlum að sjá hvernig virkar seinna, en þangað til þá er þetta bara patterni hérna. Þetta hérna, new promise, tekur við falli sem skilgreinir hvernig við ætlum að uppfylla þetta promise. Ef við fáum að messageið eigi að vera foo, þá ætlum við að rejecta promisenu, þannig að þá ætlum við að segja að það komi villa. Það er ekkert foo sem leyft þar. Annars ætlum við að búa til set timeout sem sendir okkur eftir 2 sekúndur hingað í það að resolva þetta promise með message from future. Þannig að þá segjum við hérna future message hi, then message console log message. Þannig að þá keyrum við þetta og núna fáum við tilbaka promiseið og síðan eftir þessar 2 sekúndur hérna þá fáum við skilaboðið. Ok, þetta er allt mjög svona óljóst og skrítið, en þið þurfið ekki að vita hvað þetta er. Þetta er bara þess að sýna ykkur hvernig í raun við búum til þessi promise. Þið þurfið ekki að spá í þessu síðan eftir að við erum búin að klára þessa yfirferð, en það sem við þurfum að spá í er í raun hvernig við svörum, hvernig við bregðumst við promisum. Það er eitthvað sem við þurfum að nota síðan þegar við þurfum að sækja hluti yfir netið. Ok? Þannig að þá getum við sagt hérna, ef að við erum með eitthvað message sem að myndi klikka og við skilgreinum ekki hvað gerist þegar það klikkar. Þannig að við myndum segja hérna svona, þá gerist ekki neitt, en við sjáum að promisið okkar var rejected. Þannig að við gátum ekki brugðist neitt við því, það var bara rejected og við fengum engar upplýsingar, það gerist ekkert eftir 2 sekúndur, það bara kom villa. En við vitum ekki af villinu, þegar við skilgreinum ekki hvernig við vildum bregðast við villinu. Þannig að þá getum við gert það með því að bæta við þessu cuts hérna á eftir. Og þá sjáum við að hérna fyrir við að setja then fallið á promise sem kemur hérna út og cuts fallið á niðurstöðuna úr þessu hérna then falli. Þannig að við erum að keðja þetta saman. Þannig að þetta hérna skilar promisinu og þetta hérna bætir við villumeðhöndlun við promisið. Þannig að núna keyrum við þetta og þá fáum við í raun strax villuna út af því að villan beið ekki í 2 sekúndur. Hún bara henni var strax hendi í andlitið á okkur og við bregðumst við henni með því að skrifa eitthvað út hér. Síðan getum við tekið þetta future message promise sem kemur hérna frá og við getum geymt það í breytu og við getum sendt það inn í breytu og sú breyta getur bætt við meðhöndlun á promisið. Þannig að við getum haldið áfram að spinna við þetta, við getum haldið áfram að keðja við þetta hluti sem við viljum að gerist þegar promisið er resolved. Og þá eru þessar 3 stöður á promises. Ef við keyrum þetta hérna, getum við séð eina þeirra, eða allar. Þannig hérna erum við með promisið að meðan það er í vinnslu, þá var það pending, en núna þegar ég opnaði það, þá er það orðið resolved, út af því að það er búið að resolva það hérna.
Þannig að við erum að vinna með gildi sem eru í raun tímaháð. Þannig að þegar ég skoða það áður en það búið að resolva það, þá er það pending. Þegar ég skoða það eftir að búið að resolva það, þá er það resolved. Þegar ég skoða það eftir að búið að lenda í villu, þá er það rejected. Þannig að þetta eru þessar 3 stöður sem eru promises. Eða fyrir ekki, fulfilled. Þannig að núna getum við tekið þennan snooze-kóða sem við vorum með áðan og við getum búið til nýja útfærslu á honum, þar sem við notum promise til þess að skilgreina vekjaraklukkunni okkar og við skilum sér nýju promisi en það bara virkar samt síðan í grunninn eins og áður nema í staðinn fyrir að segja eitthvað hérna inni ef við þurfum að kalla eitthvað callback þá segjum við bara við ætlum að resolva þetta eftir s sekundur og við ætlum ekki einu svona að gera neitt við messages, við ætlum bara að senda messages áfram þannig að þá kemur messages sem argument í þann sem að fara að resolva þetta promise. Þannig að þá getum við búið hérna til snooze sem eftir 5 sekundur keyrir vakna og þá segjum við then message, alert message then, þannig að við getum haldið áfram að keðja við þetta þannig að eftir að það búið þá ætlum við að skila hérna nýju promisi þannig að það promise mun halda áfram það mun byrja nýja keðju sem mun síðan then keyra eitthvað hérna sem mun síðan aftur keyra eitthvað hérna sem mun síðan að lokum keyra seinasta hlekkin í keðjunni. Þannig að núna fáum við bíðum 5 sekundur 3 sekundur og 1 sekundur. Þannig að þá getum við séð núna hægt og rólega svona hvernig við getum átt við lesanleikan á forritunum okkar þá má alveg segja að þetta sé lesanlegra en fyrsta dæmið okkar, þar sem við vorum með set timeout og jafnvel þegar við vorum með dæmið 2, þar sem þetta var orðið svolítið svona indregið hjá okkur. Þá getum við lesið þetta sem snúsa í 5 sekundur, síðan sína messageið, síðan snúsa í 3 sekundur, síðan og svo framvegis. Síðan eru 2 hjálparföll í promisum. Wow. Ok, cool. Það eru 2 hjálparföll, eitt sem heitir promise all sem tekur við fylki af promisum, þannig að við getum verið með fylki af promisum, fullt af promisum og það sem sagt býr til promise sem býður eftir öllum þessum hlutum. Og ef eitthvað af þeim rejectar promisun í heild rejectað. Og síðan fáum við tilbaka eitthvað fylki með niðurstöðunum úr öllum þessum promisum. Síðan hefur við promise raise sem í raun bara, hér fylki af promisum, láttum við vita þegar fyrsta þeirra búið. Þannig að þá getum við búið til eitthvað svona, þar sem að við getum í raun beðið eftir 5 snúsum hérna, nei 3 snúsum og það mun í raun ekkert koma út úr þessu fyrir en að eftir að það sem tekur lengstan tíma búið. Þannig að við munum fá já. Þetta ekki koma, svona. Þannig að núna þarf að í raun að bíða eftir að það sé búið að uppfylla öll promisin og þá fæ ég tilbaka í raun niðurstöðuna úr þeim öllum. Sama hversu lengi hvert það tók, ég þarf alltaf að bíða eftir því sem tekur lengsta tíma. Og síðan raise mun í raun láta mig vita þegar það sem að tók stystan tíma og þá fáum við bara niðurstöðuna úr því. Ok, síðan það þriðja og sínasta leiðin til þess að vinna með svona asynchronous kóða og það að nota async og await lykilorði. En þessi lykilorð leyfa okkur að bíða eftir því að einhver svona asynchronous aðgerð eigi sér stað í línulegu flæði. Þannig að þá erum við komin heilan hring að við byrjuðum með því að segja að við getum ekki unnið með kóða þannig að við séum að vinna eina línu í einu. Yfir í það að við erum að segja við getum unnið með svona línulegan kóða eina línu í einu en þá þurfum við bara að setja svona sérstök lykilorð sem að segja í raun túlknum, JavaScript túlknum að hann megi í raun bíða eftir þessu hérna. Hann megi að veita að eitthvað klárist. Og til þess að geta notað await
þá þurfum við að segja að föllin sem að nota await séu async. Og síðan breytist þá í raun villumeðhöndlun okkar úr því að vera að nota eitthvað svona cuts á einhver promise yfir í það að nota bara try cuts villumeðhöndlunina í JavaScript. Þannig að þá höfum við í raun snúsfallið eins og við höfum það skilgreint áðan með promise. Þá getum við gert þetta bara svona. Við getum sagt alert, await, snús, 5 með skilabóðum. Þannig að þetta mun í raun bíða þegar þessi hérna lína verður keyrð að túlknum. Þá mun þessi lína bíða eftir því að þetta promise skili og það mun skila einhverju gildi og það gildi mun fara hérna yfir í alert-fallið. Og þetta alert-fall mun ekki keyra með þessu gildi fyrir en það er búið. Þannig að þessi lína hérna mun bíða í 5 sekundur áður en að næsta lína mun keyra sem mun bíða í 3 sekundur og síðan þessi hérna lína sem mun keyra 1 sekundu seinna. Þannig að þannig erum við í raun með mjög læsilegustu útgáfuna af þessu sem að krefst þess eingöngu að við séum með túlk sem fyrsta lagi styður async og await og að við notum async og await lykilorðin. Og þá þurfum við í raun að setja hérna, búa til eitthvað fall, af því við verðum alltaf að merkja fallin okkar með async. En við þurfum að búa til fall sem er async function, þannig að við komið nýtt lykilorð fyrir frámar fall, sem að nota síðan await á þetta hérna. Þannig að núna getum við beðið og eftir 5 sekundur fáum við vakna, 3 og 1. Þannig að þannig er raun sama verkefnið útfært á eiginlega 5 mismunandi vegur. Og það má færa mjög sterk rök fyrir því að þetta sé læsilegasta útgáfan. Og þá getum við sett ef við erum með future message fallið eins og áður og það myndi kasta villu, þá getum við sett kallið í fallið inn í try og gripið villuna með cuts. Þá er þetta í orðið eiginlega bara nákvæmlega eins og að vinna með annan synchronous kóða. Og það er þessi caveat þarna. Við getum ekki notað await í global scope. Það verður að vera innan async falls. Og async fallið skilar promise. Þannig að við vorum í raun að nota fall sem voru að skila promise. Þannig að þetta er í raun bara einhvern veginn að hjúpa þessa virkni. Og það sem er oft kallað þegar það er búin til einhver svona þæginleg leið til þess að vinna með einhverja virkni, þá er það kallað að búa til svona syntactic sugar. Það er að segja að það er búið að sæta aðeins forritunar API-ið okkar fyrir okkur. Þannig að það sé í raun betra að nota, kannski ekki betra fyrir okkur, en það er sannarlega sætara. Og síðan getum við fengið villur sem geta lekið út úr þessu, en við ættum ekki að fara að hafa neitt svaklega miklar áhyggjur af því núna, en við út af því að async falli skila promise, þá þurfum við að eiginlega setja cuts á það. En, ok, þannig að þetta var svona mjög brútal kynning á asynchronous forritun, sem voru mjög mörg hugtök sem eru frekar flókin, og þetta er erfitt til að byrja með, en besta leiðin er í raun bara held ég að bara sýna ykkur þetta sem fyrst og svo mun þetta í raun snerta á mjög mörgum hlutum bæði þessu námskeiði og í Webfortran 2 og í öðrum konseptum í öðrum hlutum. Þannig að þegar við fyrir núna bara að skoða núna eftir hvað gerist þegar við ætlum að bregðast við eitthvað smetla á eitthvað, þá erum við í raun að búa til asynchronous atburði og þá getum við notað svona forritun og notum hana. Og síðan sér í lagi líka þegar við fyrir að nota API sem að nota svona promise API sem skilar okkur þessum promises og við getum í raun nota sync og await eða við getum nota then og cuts til þess að vinna með beiðnirnar okkar. Ok, þannig við skulum taka pásu í svona 10 mínútur.